Ekki leið á þessu lagi, vonandi þið ekki komið leið á því. Og ef þið eru komið leið á því, þá verður alltaf bara að fá mánaða frí frá því. Þegar þetta er síðasti þáttur FM 95 blöð fyrir sumafrí. Það er föstudagurinn 30. júní. Og eins og undanfarinn, 5 ára þá fer þátturinn í frí í júli. En við lofum ykkur veislu í dag. Auðvitað Blöndal heiti ég og sit í mínu sæti. Beint á móti mér sitja 2 höfðingjar, höfðingjar skal kalla. Annar heitir Egill og er Einarsson. Ég ætla að byrja á þér, Egill. Já, ég ætla að breyta til svona síðasta þætti fyrir sumafrí. Hvernig hefur það? Ég er bara, fyrir utan eitt dag, aldrei betri. Já, þessi eini dagur eftir að hitta þér fyrir beisandir, ekki? Já. Það er betri. Ég gæti spilað bara svona lúpu. Svona fyrstu 3 mínútur í þættinum. Við þyrftum ekki að tala. Það er þetta að taka bara sama ruglið. Þetta er alltaf nokkuð svipað. Þú spyrir þú alltaf hvernig við erum. Mann er með það að svara bara En svona til þess að af hverju ertu svona góður? Hvað gerir þið svona góðan í dag? Það er föstudagur og það er það uppáhaldsdagurinn? Já, það er uppáhaldsdagur minn. Já. Ég held að uppáhaldsdagur hjá flestum. Já, það er alltaf helgin eftir. Já, vinnuvikan að klárast, helgin en þetta inn. Það er 30. júní. Það er hásumar. Þó að þetta sumar sem ekki búið að ekki frábært. Nei, þetta Við tölum veðri. Steinþór, funkar þetta veðri? Ég funkar þetta veðri. Þá hlýtur að vera rigning í hjartaðinu. Já, sko, málið er það. Ég er samt helviti glaður þess að dagar. Það er bara, já. Það er alltaf rigning. Já, það bökkar mig ekki neitt. Ekki? Nei. Ég er eftir lífsglæður. Já, ég er bara Hann er mjög góð skap þetta. Býtur ekkert á hann. Mættir þetta skælbrósandi með leður derhúðuna sín og nýja gleraugun. Já, hér loksins. Við erum ekki til að kvartið félag. Nei. Ég held að júli verið veisla, ágúst verið veisla. Já, og svo byrjar að hausta. Það verður hundlegilegt. Á að geta að spyrja mig hvernig ég er. Jó, fyrir geðu elsku vinnu. Hvernig ertu kallinn? Já, ég er bara fyllandi góður og fróðandi fyrir það. Bara svona. Ég gruna Þessna spyrir ég ekki, sko. Nei, málega, ég er samt í góðan gír því að mér líður alltaf rosalega vel þegar ég veit við erum með góðan þáttarafmyndan og ég er búinn að sjá plaggið, ég veit hvernig dagskráin er, hún er þétt. Náttúrulega síðasti þáttur fyrir sumafrí getur ekki verið slappur því að við viljum að fólk sakna okkar með erum frí. Já, það var lagt svona, ef við ekki að segja það var lagt svona ekstra hart á okkur í dag og morgun. Geggjaður stigagangur í dag. Já, stigagangur í stigagangur. Það er hægt að fara svo langt að segja að þessi sé geggjaður. Já, hann er vel crazy. Þú varst fastur í skotti fyrir utan blokk og það er kona að leita þér. Já, fastur í skotti og ég hét Bjarnþór og hann talar einhvern veginn svona fastur í einhvern skotti. Það er hrikalega, það er svo astanlegt að vera fastur í skotti og þurfa að hringja nágrann sinn. Já, getur þú komið að opna skotti? Man myndi frekar hringja bara í lögguna, held ég. Spáðu, næstur að við hittumst, næstur að við, nú erum við eftir að hittast eitthvað þó sem að sumafrí. Já, ég ætla að vona það. Næstur að við hittumst í þessum þætti, þá sitjum við á 900 grill í Vestmannaeyjum með þjóðhátíðarþátt. Það er þjóðhátíðarþáttur, það er næsti þáttur. Já. Eftir nákvæmlega 5 vikur. Og ég veit fyrir víst að nú þátturinn byrjaði 2011 og öll árin sem FM 95 blöð hefur verið í loftinu, þá hefur þjóðhátíðarþáttur FM 95 blöð alltaf verið með mesta hlustun. Þannig að það er eiginlega stærsti þáttur okkar árinu, sko. Já, við erum með rosalega þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Eins og þið heyrðuð hér fyrir skömmu að þá verður Steindi Djúnu með stigagang, mjög peppað fyrir honum. Við erum með sturla staðreyndir eða hrossaskít, kortmyndur frekar. Þú ert með augljósa staðreyndir, Steindi? Já, það eru mjög augljósar í dag. Ég veit ég hef oft sagt þetta og ég segi þetta margóft, en ég skal lofa ykkur því, strákar, það hafa aldrei verið jafn augljósar í dag. Það er gott að heyra. Spurningkeppni Gilsarans og já, þú komst inn á FM 95 blå snappinu að hvað, King of Marathon? King of Marathon þegar Steinþór er að hlaupa marathon. Ég er svo veltaði fyrir mig hver Þannig að þetta gæti orðið svona normal. Já, sko, þetta held ég svona, ætti ég ekki vera líklegri ef að kemur að þessu? Sko, málið það, já, ég veit ekki. Nei, ég er svo sem ekki hlaupa maður. Þú ert mikið í ræktinni, þú ert gym rat, eins og ég kýsa að kalla þig. En þú ert takk fyrir að mæti í morgun, sagði við mig, veist það, Steindi, þetta er svona ekta þú. Málið það, ég byrja illa, ég veit ekki hérna, málið þetta byrjar illa, þetta er samt svo pirrandi, þú ert búin að mæla mót við einhvern, ég er mættur klukkan kortir í 9 af því að þú ætlar að fara að hlaupa. En sko, málið það, svo svarar ekki eins og í síma. Allt þetta marathons kjaftaði var bara skita hjá mér. Ég átti ekki að lofa upp í erminn á mér. Ég viðurkenna, ég er búin að viðurkenna þetta. Já, það er þín drull, þú þarft að klára þetta. En ég bakka ekki, ég geri það ekki, ég hef aldrei gert. Þannig að ég ætla að klára þetta. Nú er ég ekki eins og að tala bara um marathonið. Ef ég myndi hringi þig, segjum í kvöld, ég hringi og segja bara Steindin en að gera mig greiða, ég er að vera pínu stressað með þetta hlaup, en að hitta mér ræktina á morgun, ég bara, þú myndir segja að þá verður að gera fyrir þátt. Ég get ekki hlaupið 1 kilometr úti. En ekki vera að biðja mig að mæta nýju ræktun og mæta svo ekki sjálfur. Já, málið er það,
ég ætla ekki að ljúga, ég hef aldrei logið í útvarpinu. Nei. Lástu upp í rúmi? Ég opnaði rautt í ger. Fekk mér smá rautt. Já, og svo ætti að sippa. Þannig að áfengisvandamál þitt var til þess að þú komst ekki rækt í Alls ekki, ég fóð með dóttir mín á leikskólan, kíkti heim og ég hugsaði, heyrðu, hérna. Þú varst vaknar, það getur bara farið beint upp í ger. Ég var á joggingbuxum á ból, ég sá rúmið, ég sagði, heyrðu, ég ætla að taka Cortez kríu. Cortez. Og svo vaknaði ég klukkutíma seinna við einhver misskól frá ykkur. Já, vonandi getur þú hlaupið þetta, sko, það væri svikalegt stendi. Hvað gerðist ef þú klárar ekki hlaupið? Ég klára það, ég er alltaf að fara að klára það. Fær hérna málefnið peningin? Við megum ekki gleyma því að Pétur Jóhann hljóp þetta fyrir einhverjum árum. Og hann hljóp... Hann var að æfa sig? Já, hann var að æfa sig, en ég er í 1000 sinnum betra form en hann, myndi ég án þess að vera blæði. Hann heldur áfram að ég veit að þetta er ekki fyrsta sinn og ekki síðasta sinn sem að Steinþór Róar Steinþórsson ofmetur sína eigin hæfileika ángríns. Ég hef engar ágjörð þessu. Nei, en byrjaði þá alltaf að fara að gera eitthvað? Já, ég ætla að byrja næstu viku. Næstu viku? Þú sagði þetta í síðustu viku? Já, ég ætla að stefna á mánudaginn. I won't lie to you. I know he's just not right for you. Þetta er loka þáttur fyrir sumarfrí og það er allt lagt í þennan. Það er bara svo leiðis. Já, við lofum fjöri í dag. Það er komið að slúðri hér í FM 95 blöð. Brakandi fesku erlendu slúðri. Já, er íslenskt? Nei, það er ekki íslenskt. Það er ekki íslenskt slúður þetta, það er verið augljósar. Okay. Það er verið mjög augljósar. Áður og ferð í slúðupakkan sem við býðum spenntir eftir. Það langar mér svolítið að ræða þetta. Við vorum að tala þetta hérna meðan lagið var í gangi. Já, ég var að segja ykkur að myndinans Cristiano Ronaldo er mest lækaðasta Instagram mynd allra tíma. Já, það finnst mér með tvíburana. Það finnst mér bara að vera efni í fyrstu frétt í slúðurinu. En ég er samt ekki búin að sjá það á neinum miðlum. Ég bara fattaði það því að það er mynd af Selínu Gómez með hérna flöskuna sem var mest lækað með 6,7 og þessi er komin í 6,9 eða ekki? Jú, þessi er 6,9M á sólarhring. Sleikja 7 milljónir hérna. Og 163.000 komment. Þannig að það er eiginlega vesena rúligerðum kommentir, sko. Hann er ekki að lesa þau öll. Það er eiginlega ekki hægt. En þið voru að segja mér fréttir, ég er náttúrulega þekkit ekki. Hann er að eignast þessa tvíbura. Já. Ég held að sé bara dæli í glas og fái einhverja mannesku til þess að ganga með. Já. En mér finnst þetta eitthvað svo, mér finnst það fallegt, sko. En svo spes að vera hérna svona, jú, hann er kannski að deyta eða svoleiðis, hann er ekki, hann á ekki konu þannig séð. Deyta eitthvað? Þannig að hann er bara að safna börnum bara, Já, hann er komið 3 kristlíkar nú. Já, meina í staðin fyrir að giftast konu og eignast fjölskyldu með henni, meina? Já, mér finnst það að því hann er ungur og fyndi hann sé einhvern veginn bara, hann er að safna börnum, hann á eitt fyrir það ekki. Og er bara að láta hann er ekki að fara að býta þeim, sko. Hann er bara að eignast börn, hann er ekkert að safna börnum. Já, ég meina, þú veist, hann gæti verið að fara að býta, maður veit ekki. Það er bara svona þessi körfuboltamyndir. Já, ég meina, þessar stórstjörnur eru Það fekk bara staðgöngumóðir til þess að ganga með þessa grislinga fyrir sig. Það var fleiri gert það, sér eins og Madonna, hún fekk bara eitthvað latínó dansara til þess að eignast með og stöður ekki saman henni, hún vildi bara eignast barn. Og svo ætlar hann bara að vera einn að alveg 3 börn. Ég held að vera brjála að gera hjá honum. Já, ég meina, hann er ekkert í 3 vinnum og nær að sinna þeim eftir klukkan 10 á kvöldin. Þetta er þetta ríkasti maður heim, sko. Þetta reddast. Hann feir bara fótboltæfingu og búið klukkan 2 á daginn. Hann lifir ágætis lífið, sko. Svo býr mamma sjá honum líka. Hann er með babysitter. Býr mamma sjá honum? Já. Þetta er svolítið. Hann hugsa vel mömmu sína. Hún hefur vist haft einhver áhrif á samböndan, sko. Það las ég einhverstaðar að það er eitthvað drullifið þær og sko, fyrirverandi hans er núna með Bradley Cooper og þau eru eignast barn og þau hættu við saman fyrirverandi hans Ronaldo að því að hann har samt ekki með móður hans. Þetta segir mig það að hann var að deyta Cristiano Ronaldo og fóð sinni Bradley Cooper. Ömulegt. Já, ég myndi ekki kalla það að taka niður fyrir sig. Bradley Cooper er með myndalegur mönnu sem ég séð. Sko, það eiginlega erum við ekki sammála. Hann er ekkert einhver sekkur. Hún er ekkert að fara í rúmfattalega. Sekkur, Bradley Cooper? Nei, ég var að segja, hann er það ekki. Já, ég myndi, sko, grínlust, nú er ég gagginniði maður, ég myndi ekki sparka á honum úr rúminu held. En hún gæti náttúrulega ekki á nema bara til að ríða honum á gólfinu, sko. Hún gæti toppa þetta með því að hætta með honum og byrja með mínum manni Líó, já, það er töffari. Og virðist vera að fara í menn sem eru með fjárhaldslegt öryggi og geta borgar reikningar sína. Já, bara myndalega mennið ekki.
Það er ekki að borga reikningar sín. Það er meira í slúðri heldur en Cristiano Ronaldo því að talandi peninga og fjárhagslegt öryggi þá söngkonan Rihanna, hún komin nýjan kærasta og það nú nafn sem að flesti kannast við en það Saudi-Arabinn Hassan Jamel. Býttu hver aftur Hassan? Hassan Jamel? Nei, ég hef aldrei heyrt þetta nafn en hann víst fjölskyldans Jamel, nú veit ég hvernig maður á að bera þetta fram, ein ríkasta fjölskylda heims og hún valdi fjárhagslega öryggi líka. Býttu, ég að skoða mynda á honum og hann hérna bara í hvítum náttslopp Hassan Jamel. Hann metinn á 1,5 miljard bandaríkjadala. Hvað gerir þessi maður? Hann bara auðkynningur. Hann hann í import-export. Já, það eitthvað. Hann í oljubransanum. Þannig að hún fór í öryggið þarna. Öryggið? Hún þarf ekkert öryggi. Rihanna einn stærsta stjarnan heims. Þú var að byrja með lagamanni. Nei, en veistu hvað Rihanna á að peningum sjálf? Hún þarf ekkert ríkan mann. Ég held að segja málir, hún þetta eina af þessum Hollywood leikonum, söngkonum sem með mjög dýran lífstíl. Mjög dýran. Ég teki eftir því, mér nú að fylgja henni og sem að það verið að spreða. Hún ekki nógu skynsum með peningamál. Ég held að Rihanna sé eina mínum uppáhalds, býst hún töffari. En þetta lítur út fyrir það að hún þurfi fjárhagslegt öryggi. Ég svo vitlaus. Olíu fyrsta. Ég nokkuð við sem ég googlaði en svo getið fundið eitthvað grein að hún sé með tekjumáli sín í The Shearer. Skal bara tjekka því. Sá sem með tekjumáli sín í The Shearer núna og það í öllum miðlum og það Johnny Depp vinnur okkar. Hann þarf að finna konu og fjárhagslegt öryggi. Rihanna Finance, fyrsta grein bara hana. Hún með allt niður sig. Það bara hann ekki, séð það strax. Nó til. Svo það loka slúðrið en það vinnur okkar Jay-Z talandum alvöru tónlistafólk. Hann náttúrulega eiginmaður hennar Beyoncé og hann gaf út plötu í gær sem heitir 44 og það margir sem vilja meina að þetta sé svona andsvar við plötu Beyoncé Lemonade og þar sem á Lemonade var hún mikið að tala um framhjáhald Jay-Z og á þessari plötu þar Jay-Z að biðjast afsökunar á framhjáhaldinu. Það ekki. Veistu hvað? Mér finnst bara Jay-Z og Beyoncé. Mér finnst þetta bara að vera fólk sem used to be cool. Nei, ég ekki tjóka. Beyoncé og Jay-Z Álfur sleggja á stendur. Bara used to be cool. Sýtur þarna með svona leður derhú í Pumaból og segir að þau used to be cool. Jay-Z og Beyoncé, they used to be cool. Þið heyrðu það fyrst frá mér. Það búið nú. Þetta bara búið. Hvað að gerast hérna? Þetta óþolandi. Þetta fertu hjón. Þú býtur stundum bara eitthvað snýði. Nei, nú ég bara búin að fá nóga þessu. Þetta fertu hjón. Því að þau eru saman, eða ekki? Jó, þau eru gift. Þau búa saman, þau eiga hús saman. Þú eignast tvíbura. Fullt af börnum. Þau eru bara heima og hún bara af því að hakkur akkurat núna og þau eru bara að tala saman hvað þau ætla að horfa á í kvöld. Svo eru þau alltaf í sikkur lagi með svona, taka upp einhver vídeo og þegið þú, svo tekur hann einhvern geisla til þegið þú líka, sorry líka og allt í rugli. Bara, þú veist, þau búa saman, sko. Hvað að gerast? Þetta óþolandi. Ég skil góða punktur á Steinþóri. Nei. Sko að segja. Ef einhver spyr mig, hvernig Jay-Z? Það spaði. He used to be cool. Það það sem ég ætla að segja. Og ég held upp á hann. Ég er búin að missa allt álitaðin. Heyrðu það fyrst hér. Ég er ekki að gera neitt lítið úr listinni með Lemonade, sko, myndi var æðisleg. Ég horfði á hann tvisvar, þetta geggja dót. Mér finnst bara samt, þetta er bara svo þegar leið og ég lasi þetta að þau sé byrja að syngja að svara fyrir framíhaldi. Hvernig þetta? Heyrðu þau bara borða mat, svo alltaf, ég ætla að stökkva neyri í stúdíu. Kanye West að koma, við ætlum að gera smá texta, ég ætla að segja sorry við þig, ég ætla að segja sorry þig, sko, í laginu. Svo komum við bara, þetta er bara svo skrítið. Það eru held í margir hlustendur núna sem eru brjálæðir út í steindan því að hann vill meina Beyoncé Knowles og Jay-Z used to be cool. Hvað finnst ykkur? Í dag 16 króna afsláttur með lyklum og kortum hjá OB og Ólís. Ég fangar. Frábær og örugg húsfélagaþjónusta, snögg að bregðast við og bara gengi beint í málin og þau kláruð. Ég mæli hiklaust með eignarekstur.is fyrir öll húsfélög. Coke og Honey Nut Cheerios kynna. To become an Avenger, are there like trials? Don't do anything I would do. And definitely don't do anything I wouldn't do. Findu þinn stað í heiminum. This is my chance to prove myself. Don't mess with me. I got this. Spider-Man Homecoming, frumsýnd 5. júlí. Vantar því bókhaldskerfi í áskrift? Microsoft Dynamics NAV er eitt mest selda bókhaldskerfi landsins. Kynntu þér málið á naváskrift.is.
Væs. Klár fyrir helgina? Kíktu við Jack & Jones Kringlunni og Jack & Jones Smáralind. Ferna af kókomjólk er einn af glaðningunum fyrir stimpil. Vertu með í vegabréfaleik. En einn alltaf til staðar. Ertu á rúndinum? Frábært. Ísbúð Vesturbæjar er í Skipholti, Hagamel, Grensásvegi, Bæjarlind, Hafnarfirði og Grafarvogi. Ísbúð Vesturbæjar, þar sem að gamli ísinn er alltaf glænýr. Túborg léttöl, Pepsi Max í samstarfi við FM 957 og 1011 kynna. FM 95 blöð á þjóðhátíð 2017. Miðasala á dalurinn.is. Dalurinn okkar. Fáðu krakkakort fyrir 0 krónur með farsímaleiðum hjá Símanum. Sigraðu sumarið með Símanum. Krít, glaðlegur litur sem hún færð í Flugger. Flugger litir fyrir fólk í framkvæmdum. Bónus kemur með lágt vöruverð til þín. Sama verð í öllum verslunum Bónus land allt. Verið velkomin, starfsfólk Bónus. Barbecue rif og súkkulaðishake. Roadhouse. Fótboltagolf. Komdu með Kæró og þú slærði í gegn. Opið til klukkan 10 í kvöld. Skemmtigarðurinn. Gallabuxnabúðin. Við aðstoðum þig við að finna réttu gallabuxurnar á réttu verði. Gallabuxnabúðin Kringlunni. Sumar útsala í Sportlíf. 30% afsláttur af öllum vörum. Sportlíf Glæsibæ og sportlíf.is. Sendum land allt. Keiluhöllin kynir þjóðhátíð allar helgar í júlí. Allar helgar í Keiluhöllin í júlí kemst þú í þjóðhátíðapott FM 957 og Túborg Grön. Þegar þú kaupir 6 í fötu af Túborg Grön, þá ertu gjaldgengur. Við draugum alla mánudaga í júlí og fær hver og einn 2 miða í Dalinn, 2 miða í Dallinn, 2 rútur af Túborg Grön, 2 pakka af Billy Boy og að sjálfsögðu 1 stauka treo. Styttu biðina og komdu þér í keppnisform fyrir þjóðhátíð í Keiluhöllinni. FM 957 og Túborg Grön. Lífið er yndislegt. FM 95 blöð og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Say you won't let go, virkilega flott lag, en kannski full rólegt svona á föstudegi, þurfum að láta Rikka heyra það. Já, þurfum við ekki að fara að keyra tónlistina eins upp. Já, það laumæði sér að inn. Ángríns, það voru allir að fá útborga, það annarkum maður byrjaði að hella í sig, þannig að ég held að við þyrstum að... Þetta er líka einn stærsta ferðahelgi ársins, fólk er ekki að reynda, þetta hjálpa kannski hans í umferðinni, að fólk sé ekki að keyra á hratt, að fá eitt rólegt og romantískt. En já, þið sem að keyra út á land, þetta er víst einn stærsta ferðahelgi landsins, farið varlega. En það er komið að dagskrárlið sem heitir Kortmunduru frekar. Jaha. Og hann er nú ekki flókin. Ég spyr drengina hér 3 spurninga og þau þurfa að segja mig hvort þeim myndi frekar gera. Er þið tilbúinni í þetta, drengir? Við erum klárir. Þá er það fyrsta spurning og hún tengir svolítið Steindi að þú stefur að keppa í marathoni. Já. Ég fór einmitt að hugsa þetta sko, hvort myndi nýtast manni betur svo sem eitthvað. Þeir eru bara á sama aldri og þeir eru núna. Ok. Og hvort myndi frekar geta hlaupið 100 metrana á 10 sekúndum eða hlaupið heilmarathon á 2:20 og bestu marathon heims er að marathonhlaupar heims er að hlaupa þetta á 2 tímum. Já, heilmarathon, það er 42, er það ekki? Jú, ef þú ert að hlaupa 21 og það er hálta, þá myndi ég skjóta á að heilt væri 42. Já, sko, það myndi henta mér betur að geta hlaupið langt. Já, myndir þú frekar vilja það heldur en að vera svona snöggur? Ég skil ekki sko, maður ánáttúrulega ekki vera að hlaupa. Ég hvet engan til þess að vera að hlaupa að óþarfi sko. Jú, ég meina, bara gott fyrir heilsuna. Já, þú hleypur bara ef það vera fullt af fólki sem finnst gaman að hlaupa sko. Já, sem er mjög furðulegt. Akkur fær maður ekki einhver endorfín og eitthvað og það ekki, fyrir það ekki að staður út já, það hlaupa líka bara þú ert að æfa já. Þú náttúrulega þekkir það ekkert Steinþór það mætur aldrei ég hef aldrei komist í hlaupavímu hefur þú bara hlaupið þegar það var elda þig? Já, ég hljóp senast bara þegar ég var eldur held ég bara einhvern tíma kannski þegar ég var úlingur en það er hvað, 2:20 það ekki? Jó 2:20, já. 10 sekundur slétt í spretthlaupinu. Já. Og ég hugsa þetta svolítið þannig að ég þarf að vera salt í grötin. Já. Það kemur reglulega. Maður þarf að borga reikninga. Ég held að það sé enginn í kringum mig sem hugsa rétt mikið pening og þú. Þú varst ekki að segja mér að ekki velja annað hvort. Jú, en það tengist allar ákvarðanina. Tengist hvað þú þurfa að salt í grötin. Hvernig ætlar að fá salt í grötin með að spretta 100 metra? Það er að sína að segja. Að 10 sekundur.
skilar ekki 1 krónu. Hellinga gæðan sem hlaupa 110 sekúndum. Ef þú ert komin í 9 eitthvað, það ertu komin í kæsið. Þannig að það er endalst að gæðan sem hlaupa 110 sekúndum. En á 2:20 svo Kári Steinn nær valla 2:20. Ísland með hans 2:17 og það næra þig? Já, hann yfirleitt yfir 2:20, hann yfirleitt 2:23 og 2:24. Kári Steinn ekkert að keyra hérna Reykjavíkurborg og Hömmir og kastandi peningum, sko. Hann hægir peningum. Þegar þú nær marathon á 2:20 þá ertu með þeim betri í heiminum, þú ert komin á Ólympíuleikana, sko. Þannig að það ertu komin í alvöru. Hvað heldur hann nú á pening? Já. En byrju hvað, af hverju einhver Ólympíu hlaupari svona rosalega ríkur? Ef þú getur hlaupið Svipurinn að, þú veist bara það er verið að tala eitthvað sem að það var eins og að tala kínversku. Þetta svolítið þannig, ég viðurkenni það. Þú hleypur marathon á 2 klukkutímum og 20 mínútum. Heldur að sé bara annarkur maður sem ætlar að borga fyrir það? Þá áttu með þeim betri í heiminum sem þeir eru að fara cash. Þetta er mjög einfalt. Hvernig færðu cash? Það var bara auglýsingasendingar. Bara sponsorum og ég meina, ég get ekki nefnt besta marathonhlaupara heims og hvaða vörur hann er auglýsa. Ég meina, hvað er hann að auglýsa? Hvernig anskotum ég veit það? Nei, það sem ég er að segja. Bara eina sem ég veit að það er annarkvæm maður í heiminum hlaupa 100 metrar á 10 sekúndum. Það er örfáið sem getur hlaupið marathon 2:20. Þú verður ríkur á hvoru veit. Þess að spyrja, hvort veluru? Þessi menn er að fá fría fæðubóta dunga punktur, sko. Ef þú sagt 100 metrar á 9,7 það er sagt það leið. Það ég hoppa á strax. Ég sagði 10. Það hlaupa allir, Rikki hlaupa 100 metrar á 10 sekúndum. Nei, hann hlaupa á 18. Já, engin maður sem hefur spretta jafn hægt. Jafn hægt, því ég bara er ekki viss hvort það sé búið með hlaupið núna, sko. Sko málið það, ég er ekki að hugsa neitt peningana. Nei, eiginlega svolítið í því. Til hvað svarar það þá? Þetta er bara hæfileiki. Þessi spurning. Þetta er bara hæfileiki. Það gengur ekki alltaf að peninga. Þetta er ekki myndir fyrir cash. Þetta er hvort myndir þú frekar. Og af hverju þú að velja það frekar marathon frekar en hitt? Af því að ég hugsa þetta þannig, ef ég væri kannski bíllaus þá gæti ég hlaupið bara ég býi í Mosfell. Það væri mjög fínt að geta hlaupið bara niður í bæ ef ég þarf að fara að fund og ég bíllaus. Ég myndi alltaf velja marathonið. Þú tekur marathonið og eigin líka? Já, ég mun sammála. En samt að þú hlaupir 100 metrar á 10 sekúnd þá ertu mjög snöggur, eða ekki? Jú, mjög snöggur, en samt mikið. Já, ég geti það. Nei, Steinþór. Næsta spurning, hvort myndið frekar vil ég geta, þið geti lappað en ég spyrir að nú hefur verið að bjóða ykkur nýtt, það kemur einhver svona andi upp á flösku, hvort myndið frekar vil ég geta lappað eða flogið? Býttu kom andi upp á flösku? Já, þú veist bara svona hypotheker. Lappað eða flogið? Já. Ég get flogið, má þetta lappa líka? Nei. Það var mjög létt spurning. Ég get lappað núna? Já, það er saman ég sagði. Myndur þú skiptaði fyrir að geta flogið? Já. Hversu hratt flýg ég? Ég var í Superman bara, þú komið til Köpen til 5 minútur. Svífur bara. Og flýgur jafn hratt og hleypur. Það er umöðlegt, það grínast. Hvað er það bara 10 dagar til Köpen? Já, en það skiptir samt Hvað er það að fljúa til Köpen? Ískalt. Verður þreyttur að hlaupa það? Nei, fljúa? Nei. Ok, þetta er bara besti díl sem ég hef heyrt, sko. En þú ætlar núna, ég má alveg segja hlustum til það að þú tekur þér svona 5 sígarettupásir hérna í hverju meinasta þætti, þá þurftur að fljúa á það. Þú þurftur að svífa hérna og opna hurðina og fljúa. Já, það væri náttúrulega asnalegt, en ég held að fólki á göngunum myndi alveg venjast í. Ég geti farið í Maxskala og flogið til Köpen, við erum mættu bara í næstu. Það tæki 10 daga. Já, ok, ég myndi ekki fara til Köpen kannski, ég myndi fljúa bara einhverst. Þannig að þið myndi ef mættu skipta, myndi þið skipta út lappinu fyrir flugið? Alltaf. Í alveg? Já, ég myndi aldrei, mér finnst ekki eins og það gaman að lappa, sko. Það er mjög ofmetið að lappa, ég myndi alltaf taka flugið. Ef ég geti flóið á ljósraða þá hef ég myndið verið það. Nei, þú flýgur í að platta og hleypur. Þú segir ekki að bjóða þær að vera Superman, sko. Það lappa, já, menn er bóð Superman og ég tekið því. Þannig að þú heldur lappinu? Já, ég meina, annars eða getur ekki æft. Steinþór flýgur á 20 kílómetra hraða klukkstund. Þú hleypir hvað þú hleypir hratt? Max, ég... Svona... 30 kannski? 20, ég held að aldrei 20. Ég get alveg hlaupa á 50. Jó, Sveppi, gerum við eitthvað tilhörn á Sveppa, hann náði held ég 40. Sveppi er eins og þjóðin sá, hann er snöggur. Já, reyndar. Já, en jú, ég myndi bara svífa þetta í róleitum, ég væri ekkert að drífa mig neitt. Þetta væri bara geðvikt. Þannig að þú verið 2,5 tíma að fljúa til Keflavíkur? Nei, sko, það er ekki það sem er að trubla mig. Það sem að vera að trubla mig er að þú getur ekki lappað hérna á göngunum eða og ert að fara inn í bæinn og skemmtist og ert að vera að fljúa. Ég myndi bara svífa nokkru sentimetrar frá jörðu. Ég myndi bara fara hérna meðfram í róleitum og jafnvel bara taka kaffi af einhverjum og ég væri náttúrulega bara alveg, það væri rosalegt, sko. Það reyndar að hann myndi fá kass, hann myndi allir vilja horfa á þetta og sjá þetta, Egill.
ég var svona trúður. Getur verið í sirkus. Ég myndi ekkert vilja vera í sirkus. Kannski getur það loksins vinur Bjögga Tór, hann getur fengið fljúandi steinþórun í flugvélina sína. Ég væri ekki til í að... Sjáuð þennan strákar, þessi trúðu flýgur. Ég er ekki að tala það. Ég myndi ekki vilja vera trúður eða vera í sirkus. Nei, alls ekki. Ég myndi bara allir samþykja þetta og samfélagi myndi vita þetta og samþykja og fólk myndi getur fengið vinnu í Vegas. Herðu, býtum strákar, ég verð að koma inn á þetta. Talandi Bjögga Þetta komin í samskipti við hann. Eru það vinnir? Ertu það að kynast inn hans? Nú er ég að opna tölvuna í það. Er e-mail frá Bjögga Tóra að býða til þeirra? Það er ekki e-mail frá sjálfum Bjögga. Nei. Ok. En býtu þið búið að hafa samband? Er eitthvað að fara að gerast þarna í vinskapinu? Ég fekk e-mail frá sinans. Í alveg? Það er svolítið þannig. Svo vorum að tala daginn. Hann hendir hérna í, því að við rættum þeir sem, það er ekki allir hlustendur sem kannski heyrðu síðasta þátt. En við vorum að tala það. Ég var alveg til í að, leiðin mín að Bjögga, því að það vita allir að ég vilja kynnast honum. Þú vilt vera vinnur hans? Já, gegnum svona, við erum búin að regla það. Það er eina leiðin til að kynnast honum. Hann er 16 ára þegar. Ég veit bara, ég veit svona, þetta er aðalað, ég veit að honum myndi finnast ég að vera fýtt gæi, sko. Hvað sendi svona? Hann sendi þetta tilbaka þegar ég var að segja við hann, ég myndi vilja nálgast að hann bara myndi kannski hittast og taka Die Hard og eitthvað svona. Bara hittast og hann sendi mér hérna Daniel Darri Björgólfsson sendi mér mail. Hvenær viltu gista? Spurningamerki. Ég er komin með Die Hard. Ertu til? You know how to contact me. Þetta ég get staðfest að hann fekk þetta mail. Ég ætla að lesa þetta hjá mér. Og maili heitir, þetta er Daniel sonur Bjögga Tórs. Þannig að planið okkar, þú gistir hjá sinans og komið sér niður. Sem að hljómar alltaf hræðilega. Já, en nú þarf ég samt aðeins að fá að vita hversu gamall er sonur hans? 16 ára ekki? Hann er svipið með aldrei á Brooklyn, Beckham, þeir eru góði vinnir. Hann er ekki nýjar. Hann er bara úlingur. Já, hann er úlingur. Ég tippa á að sé kannski, 15 ára? Já, ég hef alltaf litið á mig. Ég er mjög ungur í anda. Ég er svona, mér líður eins og ég sé svona kannski 17-18. En þú er ánægð með svonast því að sko, þú viðurkenndir í útvarpinu að þú væri eiginlega bara að fara að hanga með honum til að komast að pappans. Hann er svona til í það. Nei, málið það. Ég er samt, nú er ég búin að taka ákvörðun. Hann er búin að svara mér. Ég tippa sko, getur hugsa, ég segi 12 til 15 ára líklega, og það á því bíl er ekkert vandræðilegt að þú takir Die Hard. Og gistir það er ekki það sko. Það getur verið veist. Þú gistir bara. Það er ekki 16 ára gaurar að gista um okkur öðrum. Ég held að sé að ná ekki 16. Hann er 12-13 ára held ég. Ef þú tekur bara the couch inn í herbygginu hans. Herbygginu hans sem vantarlega er 200 fermetrar sko. Já, þetta finnst mér og hann er svo almennilegur. Hann sendir mér línu. Hann er til í hitting. Ég gæti þurft að bara salta Bjögga og einblína meira kannski á Daniel. En sko fyrir þá sem hafi ekki hlustað hérna síðan þetta, 1,5 árið og þá steindi reglulega kom inn á það að hann vilja vera vinur Björgólfs Tórs. Og hann er kannski komið leið þannig. Mér sýnist ég er með feðgan í vasanum. Ég þarf bara 5 mínútur með þeim Ertu búin að svara þessum höfðingja? Ég er eiginlega týndi sonurinn, það vita það flestir. Og heldur þú var að svara honum? Já, hvað svaraði þú? Já, eftir að svara honum. Svaraði honum? Bara ég gera það bara núna. Segðu bara hvenær eru að gista? Þú færð 16 krónur í afslátt á hverjum lítra og 2 púnta að auki í dag ef þú ert með N1 kortið. N1 hluti af góðum degi. Við í Makklandi styðjum íslenska kvennalandsliðið eins og reyndar bara allt íþróttafólk. Við styðjum allt sem hjálpar okkur að selja fleiri tölvur og síma. Sko við höfum eiginlega engin prinsip. Makkland, besta land í heimi. Konto gerðu frábær kaup á sumarútsölunni. Bíkó, gerum þetta saman. Alvöru kínversk matargerð með ferskum og framandi hráefnum. Kíktu á matseðilinn inn á phoenixveitingahús.is. Phoenix, Bíldsöða 12. Ein stærsta útsala landsins er hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu ævintýralega góð kaup. Kringlan af öllu hjarta. Í dag er 16 króna afsláttur með lyklum og kortum hjá OB og Ólís. Er það ekki bara alveg frábært? Fötin skapa mannin. Vönduð jakkaföt frá einni kynslóð til annarar. Verslun Guðsteins, Laugavegi 34. Komdu á völlinn og fylgstu með Inkasso-deildinni í sumar. Fótbolti í fyrstu deild. Inkasso. Matur sem degrar við líkama og sál. Serrano. Fresh, happy, Max. Brúðarkjól, kartöflur, borvel, reyktur lax, veiðistöng,
Allt má finna í Kolaportinu, lifandi markaður í miðbænum. Þegar þú hefur smakað kleinuring frá okkur, þá þekkjur í munin. Krispy Kreme, Smáralind og Skifinni. Sendum matinn heim til 10 á virkum dögum og 3 helgar. Bara hermoso. Hvíti riddarinn. Billy Boy. Spenntu á þig Billy Boy. Fjölvarp Veröld sneisaföllur pakki af vönduðu og fjölbreyttu erlendu sjónvarpsefni. Þú finnur allt milli himins og jarðar í Fjölvarpi Veröld fyrir aðeins 6.990 krónur á mánuði eða 233 krónur á dag. Og þeir sem gerast áskrifundur fyrir 1. júlí greiða 0 krónur fyrir 1. mánuði. Tryggðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 Blö. Hárrétt, það Keiluhöllin í Egilshöll sem færir ykkur FM 95 Blö og já, við þakkum kjallaða fyrir það og já, talandi Keiluhöllina að þá þjóðhátíð allar helgar þar fram að þjóðhátíð Eyjum. Og já, allar helgar í júlí og þeir viðskiptarnir sem kaupa 6 túborg í fötum fara í pott og það dregið út alla mánudag og vinningshafarnir geta unnið 2 miða í Dalinn, 2 miða í Dalinn og í Herjól, 2 rútur af Túborg Grön, 2 pakk af Billy Boy og sjálfsögðu 1 stauk af Treo. Billy Boy? Þannig að það King sem ég vil Hann gerir ekki annað en að gefa fólki. Hvað var ég að heyra? Hann að gefa Billy Boy? Já, þú getur unnið. Svolítið fylgir þjóðhátíð og stemmingunni og Treo líka og allt þetta. Þetta vel gert. King sem ég vil. Ekki verða að setja öryggi á oddinn. Það eiginlega minn uppáhaldsminjararmæningur eftir Björgóttur. Það King sem ég vil. Það styttist hér, við erum á leiðinni núna hér í stigaganginn með honum Steinda en býttu hjá. Það var reyndar eitt áður fyrir stigaganginn. Við vorum náttúrulega í auglýsingum að með að kikki Die Hard. Já. Hann ekki 16 ára það. Nei, við vorum að komast að ekki yngri. Ég var að fléttu beinni fréttina og það segir Björgólfur Thor egnaði soninn Daniel Darra Björgólfsson sem fæddist á því herrans ári 2005, þannig að hann 12 ára. Mér finnst ekkert vera sérstaklega weird þú fyrir í Die Hard og mér finnst það útiloka gistinguna af því að hann hefði nú þurft að vera svona ekki upp í rúmi en það sem mér langar að gera, mér langar að kynnast þeim feðgum, ég vil að feðgarnir bjóða mér í mat. Já. Og ég vil ræða málið við þá. Ég með fullt af skemmtilegum pælingum, fullt af skemmtilegu stöfi. Við erum oft hún að segja það sem Steindi að þú getur ekki orðið vinnur Björgóttur. Ég held að það með fullir vinningu ef þú ert með einhverja góða viðskiptahugmynd til Björgóttur, þá farðu dinner. Ég er ekki með neitt ekki segja núna að þú ert með einhverja góðar pælingar eins og trúður. Ég er með góða pælingar af skemmtilegu kvöldi. Ég er ekki með neina viðskiptahugmynd. Skemmtilegu karakter, mjög skemmtilegu karakter. Hann svalur, ég var til að fara með þeim félugum kannski út að borða og hafa gaman. Ég er ekki að tala um að ég ætla ekki að fara auðsa á hann einhverjum viðskipta. Þá bara getur þú gleymt þessu því miður. Hvað heimi býrðu það eiginlega? Í hvað heimi býr Steindi, það góð spurning en hann býr allavega ekki í stíðaganginu sem hann ringdi í fyrr í dag og eitthvað sem vart að leiða okkur inn í hér Steindi? Ég keyrði fram hjá Blokk sko sem svona hálf kláruð og ég ætlaði að ringja á og fara að tala um að ég ætlaði að sletta málningahúsið í ógeðslegum lit en síðan gerðist það bara óvart að ég fór að tala um að ég væri fastur í skottin á bílnum, það gerðist einhvern veginn bara fyrir slysni en þetta þróaðist yfir í mjög crazy símtal. Tekum á þessu. Halló. Katrín mín. Já. Katrín mín. Heyrur í mér? Já. Þetta Bjarnþór í blokkinni. Já, sæl. Hæ, hvernig hitti ég á? Svona sæmilega. Já, ertu heima? Ertu heima, Katrín mín? Ég nú leiðinni út. Nú, heyrðu, ég þarf að biðja það svolítið greiða, Katrín mín. Ég var í gær sem sagt, þá fekk ég strákana heim. Já. Og við fengum okkur smá jagermeister. Já. Það var frí í vinnunni og fleira. Já. Ég þarf að biðja það svolítið greiða, Katrín mín. Ég fór strákarnir geymdi alla bílana úti, allan bílaskaran. Já. Og ég var að skoða bílinn hjá hann Vodger í vinnu mínum. Já. Og ég var eitthvað drasl í skottinu sem við þurftum að nálgast.
Já, ég fastur í skottinu á bílnum. Ertu fastur í skottinu á bílnum? Já, Katrín mín. Ég veit ekki hvernig ég á að snúa mér í þessu. Verðum við ekki að hringja lögregluna? Nei, ég vil helst ekki vera að blanda þeim inn í þetta. Mér finnst þetta nú ekki vera að koma á það stig. Gætu þú kannski bara opnað húttið fyrir mig, skottið fyrir mig, svo ég kæmist út? Já. Er það ekki? Jú. Er þetta GSM-síminn sem þú talar í? Já. Þú kannski kippir honum bara með þér? Já. Ertu á leiðin út? En það er nú eitthvað hérna, svona restur, grænum gæjól og blár Mariland. Þeim er svona búin að halda mér á lífi hérna. Þetta verður einhvern tíma góð saga í góðu grilli. Hann á bílinn á Notgervinni minn. Já, það er ekki komin á. Serðu út, ertu komin út, Katrín mín? Þú ættir að sjá hérna, sennilega er sixpensarinn minn liggjandi fyrir framan skotti. Það fór af mér, sko. Helvíti, þetta ríkalegt óþægilegt skott. Hvað er bíllinn, segir þú? Þetta er svart Nissan Almeria. Hvað sérðu, Katrín? Þetta er... Heldsveisilegt. Jú, þetta er hann. Ég held ég heyri í þér. Já. Ertu fyrir utan bílinn? Heyrið þú í mér, Katrín? Nei, ekki ennþá. En þú ert væntanlega ekki fyrir utan bílinn, eða? Nei, ég er alveg að koma að honum. Já. Helvítið er gott að komast til hann út. Ég verð að viðurkenna það, þetta er... Ég get opnað hann, er þú glad? Ekki, þú verður að gera það, held ég. Ég er að bíta núna í eina keksköku, heyrðu það? Heyrðu hljóðið í keksinu? Já. Já, þetta er ég. Já, hann er vestur. Er hann hvað? Nei, býtu, þetta er ekki hann. Nú, hvað bíl er þetta eiginlega sem þú fyrir þetta núna? Hvaða bíl getur... Býtu, ertu búin að... Getur þú banka kannski í skotti? Nei, þetta er ekki bílinn sem ég er fastur í. Getur þú bankað einu sem nær? Er þetta, hvað heyra? Þetta er næstu bíl? Nei, þetta er ekki bílinn sem ég er í skottinni, sko. Er þetta ekki Háaleitisbraut 85? Háaleitisbraut? Já. Nei, þetta er Hraunbæ 188. Nú, þetta er ég að hringja í Hraunbæn. Tjóðsveitisum. Katrín mín, ég ætla þá bara... Búin að skella. Hér á FM 957 og við þakkum ykkur kærlega fyrir það. Það er 30. júni, 1. júli á morgun. Já. Það má segja að sé komið, hásumar og að veðrið sé nú kannski ekki alveg að leika við. Það er svolítið búið að bora blöytt. Já, það er bara eins og þetta er. Það er ekki bara að segja eins og þetta er búið að vera að skýta veður í sumar. Búið að lélegasta sumar sem ég man eftir. Vonandi vera júli og ágúst góður. Já. En ég meina, eru menn ekki að vera í sól bara í sumarfrínu? Man þarf bara að vippa sér út í sól reglulega. En sem er líka gott trikk, Skúli félag minn í Mosbæ. Það sem hann gerir er að hann fer bara í hlýraból og stöpbuxur og fer út. Honum líður þannig og þá verður þetta eitthvað með það. Ég ætla til dæmis að bara í byrjun október ætla að kíkja til Tenni kannski bara svona 11-12 daga. Ger ekki raskat. Já, það verður sól. Já, en ég þarf að bíða aðeins en sko Stóni ætla bara að fara út eftir ykkur að... Þú ert að fara út að núna í júli, eða ekki? Já, jú, það er svona bara fjölskylduferð, sko. Tjóðs veistlega. Hvert er kallan að skella sér? Langþráð frí. Hvert er gamla að fara?
Já, það gaman að því. Betur hvað? Eitthvað félög hvað þú ert að fara það? Nei, akkur segir það. Þið spurðu hvað þú ert að fara og bara hosta og sagði gaman að því? Nei, við erum bara að fara. Hvert er fjölskyldan að fara? Það er bara að fara. Betur nú finn ég að það er eitthvað leyndamál að koma ennu? Alls ekki, stóru fjölskyldan er bara að fara, bara allar að henda sig bara svona til Spánar bara í svona venjulega ferð, sko. Hvert á Spáni? Hvert í anskotanum þetta fara? Já, við erum bara að fara. Það er svona ekki búið að það er eiginlega ekki bara búið að ákveða, sko. Það er víst búið að negla. Það veit allir inn í stúdíu hvað það fara með ég. Nei, ég veit hvað það fara. Ég bæði bara að spila hvað það fara. Nei, ég bara, við erum að fara. Það er búið að panta hótel. Það er búið að Hvað pantaður hótel? Það er ekki flókið. Það er ekki búið að ganga frá hótel. Hvað er nafnið á hótel? Varst þú að biðja hann að spyrja mig þetta? Nei, ég sagði bara Steindir að fara á stað sem ég veit að þú myndir að gaman. Við vorum að tala um veðrið og ég sagði ég er að fara út líklega í október. Þú ert að fara þetta nokkuð dag. Spyrir hvað þú er að fara? Við erum að tala um þetta er bara sískininn og foreldrar. Þetta er bara svona þetta er bara einhver vika. Ég fíla það, veistlega hvert þú er að fara. Bara svona frí, við ætlum að fljúga hérna til Alicante og farið svo þaðan hvert? Ég veit ekki hvort það er ekkert komið að vískort. Við förum eitthvað þaðan. Jú, það er víst komið að Hvert ferðið þið? Það er einhver Lendur á flugvöllunum í Alicante? Það er einhver orðrómur í bara fjölskyldunni sem kannski þarf ekki að standast. Hvert er þetta að fara? Það er einhver að tala um það. Það gæti kannski verið gaman að kíkja hérna yfir til Benidorm. Steindir að fara til Benidorm. Sagðist aldrei að aftur á það er á leiðin til Benidorm í sumarfríinu. Það er enginn á Íslandi rakka Benidorm meira niður en Steinþór Róa Steinþórsson. Varstu búin að finna þetta lag? Beðið eiginlega að byrja að tala um þetta. Til þess fáið þetta eru því. Ég, Benidorm maður nummer 1 er ekki að fara til Beni en Steinþór er að fara til Benidorm. Ekki fyrsta sinn. Það er ekkert víst. Það komu þarna háværa raddir um það. Djöfull öfundaði. Öfundaði, mér sko verið gaman maður. Hann, Ronja og Sigrún bara á Stiki Viki og svo beint á Jokers maður. Nei, við myndum verið náttúrulega alltaf stað þar. Við væri bara einhver stað kannski. Þvílík veisla. Benidorm. Hún kannt að velja the cake. En byrju, ákveð allir búin að lesa yfir höfðingjanum því ég er að tala um að mér langar að fæta í Benidorm. Og það dröflaði þeim. Ég fékkst. Það var gert svona 1000 sinni. Ég fekk símtal frá bróður mínum sem sagði, heyrðu, það er einhver rosa tilbúð af góðum flugum af flugi núna, það er einhver til Spánar og jæri og ég sagði bara, heyrðu, við erum auðvitað klárið, þið farið öll, við komum. If you book me, I will show up, sko. No, book them and they will come. Akkurat þannig, og við gerðum það fjölskyldan og svo heyrði ég bara einhverja rattir um það í matabóða, þetta gæti orðið stefnan, en ég reynir nú að Já, þú varst búin að segja mér að þetta væri eitthvað flott hótel, fjölskylduðandi hótel. Nei, það er ekki. Af öllum stöðunum í heiminum þá valdur þau Benidorm. Já, ég er ánægður með þetta. Þetta er grjót. Þetta var erfitt með að rífa sig frá Beni. Þetta er veistla, þetta er út í 30 stegi í inniskónum með eitt kaldan. Þetta er bara alltaf hlaða batteri. Ætlar að fá þér I love Benidorm ból? Nei, þetta er bara badvætt staður, hef ég heyrt. Það er búið að breyta þessi eitthvað. Loksins er að komin á Benidorm vagnin. Ég er ekki komin á Benidorm vagnin. Ég er ekki á neinu vagnin sem er eftir Benidorm. Höfum það bara á hreinu. Hörru, varst að bóka alla familíuna og frænguðin og sýstiðin og þetta er 20 manna þær. Þetta eskuleitaði strætt. Ég er ekki að kalla, ég væri helst til að fara eitthvað annað sem er meira framhandi, ég viðurkenna það. Þetta er tvílík veisla. Hvað ég var til að koma með? Ég er endar öfundaðast þetta. Þú vil að snappa og sína okkur Íslendingu, hvernig er? Þið með líka alveg látt mig vita næstu þið ætlaði að fara drölli við heitlega innkomi. Ég held að sé ekki einn Íslendingur sem hefur ekki farað á Benidorm, sko. Akurnesingar bjóða alla landsmenn hjartanlega velkomna á lopapeysuna á írskum dögum laugardaginn 1. júlí. Upphitun hefst með brekkusöng Club 71 við Akranesvöll og strax á honum loknum hefst hátíðin á 2 sviðum við Akraneshöfn og þar koma fram Dimma, Jónas Sig og Ritvélarnar, Páll Óskar, MC Gauti, Síðanskein Sól og fleiri. Miðasala á miði.is, Eymundsson Akranesi og Jack & Jones Kringlunni. Vinir lopapeysunar eru Víking og Gamla Kaupfélagið. Skjárinn á LG G6 er svo stór að þetta er eins og að vera með sjónvarp í lófanum. En á góðan hátt samt. LG G6. Geggjaði sími. Það er rok og rigning, engin sól. Þú hefur ekkert betra að gera en að kíkja í Makland á Laugavegi 23.
Við getum googlað mynd af sumrunu saman og grátið. Makland, besta land í heimi. Hæ, Hallbera landsliðskona í fótbolta hér. Það eru 3 hlutir sem ég elska. Walk on, foreldra mína og fótbolta. Í þessari röð. Walk on, Borgatúni 29. Hollur og ferskur asísku matur. Komdu til okkar og fáðu faglega og persónulega þjónustu. Höfðabílar, Fossálsi 27, Draghálsmegin. Þú ert rekinn! Aulin ég 3. Forsýnd helgina í samstarfi við Landsbanka, Búpa Búpa og Trópi. Hvernig ert í pallinum? Viðar er viðarvörnin frá Slippfélaginu. Viðar endist og endist. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. GS skór. Útsalan hafin. Vandaðir skór á 40% afslætti. GS skór. Kringlunni og Smáralind. Sumar útsala. 20-60% afsláttur. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Pool, burger og bjór. Biljartbarinn, Faxafinni 12. Í kvöld á Stöð 2 svörum saman og frábærar bíómyndir The Lobster og The Town. Stöð 2 margfald skemmtilegri. Öddi, Steindi og Gils. Alla föstudaga. Fury on a Gucci belt. Veit ekki með ykkur hlustendur en ég er eiginlega hættur að opna snöppin frá DJ Khaled eins og ég hafi nú alveg gaman að þeim. Já, ég byrjaði aldrei að elda hann sko. Ekki. Nei, ég hérna en hann er að fínustu lög. Er hann orðið þreyttur eða? Nei, bara svolítið að sama. Já. Hann er að segja plöntum hann elski þær og kannski heppinn og já. Og svo er hann nýbúin að eignast strák og ég held að sé svolítið mikið með hann á snappinu líka núna. En bara fínasti snappari er hann ekki svo stærsti heimi. Barnasnöpp eru algjör snild. Já, það sagði bara. Það byrjaði einu. Ég er ekki verið leðilegt þetta. Það er ekki að sveppalanda, þá er barnasnöpp snild. Afsakið þið skulle grípa fram fyrir ykkur. En finnst þér ekkert steikt Stendur og það er ekki boðið með? Benidorm, sko. Og þú veist hversu harður Benidorm maður ég er. Ég bað ykkur núna í Ölskilhlénu. Hefur þú sagt bara? Kottu með mig til Benidorm. Það var þetta rosalega skrítið ef það væri öll fjölskyldan að fara til Benidorm. Shut my tiny little whore mouth. Og þú Egill. Í fyrsta lagi þá kallaði ég ekki áfangastæðin. En ok, ef þetta verður niðurstaðan sem er ekki búið að ákveða. Vist er búið að ákveða? Það er ekki búið að negla þetta. Þá erst þú velkomin með að sjálfsögðu. Þú ert velkomin með. Mér er bara mjög steikt að ég hef ekki verið fyrsti gæri sem þú hringdir í. Þú bókar þetta Benidorm. En nú ert þú fyrsti vinur minn sem ég er að bjóða þig með. Þér er boðið hér með. Nefndi einn harðari Benidorm manni mig. Það er ekki til. Hugsaðu, melda ykkur. Egill, það er heldur ekki flott að vera harður Benidorm þig. Já, það er bara þannig. Enskaströndin og tannlösi brettar og allt í rugg. Ég er svolítið sár að mér ekki eru búið með. Verður við að kenna það? Já, en þú þarf ekki að vera sár mikið lengur því að það er komið að þér. Það er spurningarkeppni Gils. Yes. Ég vissi ekki svona að það er núna. Nei, en hún er núna. Hérna er penni, þarftu hann ekki alltaf? Jú, ég þarf að ská hérna hvernig gengur. Hver er að vinna og eitthvað. Áttu nokkuð blaða fyrir höfðingjana? Já, hvað var áttu þema í dag? King of Marathon. Já, minnst það svolítið skrítið. Það er svona hver í betra standi, hver getur hlaupið marathon. Já, ég kom inn á því byrjun þáttar. Auðvitað er mjög duglegur ræktinni. Ég ætla ekki að reyna að taka það á hann. Já, hann mætti morgunin ekki þú. Já, en þú ert samt ekkert að vinna mikið á hlaupabretti. Nei, mér reyndar. Þannig að við erum jafnbýr í eins og hlustendur vita, Steinþór er að fara að hlaupa 21 kilometr. Ég fatt það bara í gær. Þetta er ekki smá vegalegt. Ég skeit líka á mig. Ég hefði átt að hlaupa 3, en þetta var bara eitthvað sem Eskil 3, bara lata bara hlaupi. Já, ok, 10 eða eitthvað. Ég sko 5 væri vesen fyrir hann, bara slatta vesen. En hann að taka 21. En ég er bara að segja líka, ég ætla að klára þetta með stæl, sko. Í staðin laka svo til að enginn trúa mér, ekki eins og kona mér. Það laka svo til að shock the world. Shock the world? Já. Hvernig getur þið shock the world? Með því að hlaupa þetta marathon á Pétur Jóhann hljóp hálfmarathon á 2 klukkutíma og 43 mínútum. Ég sá þann tíma á netinu. Ef þú slærið ekki þann tíma út, Steinþór. Þú veit að slæja hann út. Já, ok. Þú getur ekki verið á verri tíma en Pétur Jóhann. Nei, ég veit allt um það. Ég slæði því að hann er, ég held, sko, Pétur Jóhann er sennilega uppáhalds manneskja minn í heiminum. Þannig ég myndi aldrei tala illa um hann. En hann er eins óíþróttamannslegur og hægt er að vera. Ég held þú sért í 2 tíma og lappar þetta. Nei, þá hafði hann ekki verið tær á 40. Ef að lappar að hraða 6 á brettinu, það fyrir 6 km á klukkustund. Þetta er 21, svo þetta. Já, ég þarf að hlaupa á, hvað eru að tala mér? Ég þarf að hlaupa þá 8. Þú þurft að vera á svona hraða 8 á brettinu. Já. Hraða á, en svona 8,5. Já, mér finnst það bara glýris. Ég var að segja þetta.
Hvað var að stóða á Twitter? Stendur ekki búin að sjá þetta Nei, hvað stendur þetta? Ég var bara að senda á þig Twitt Varst þú að senda á mig? Hann var að senda á þig stug Segðu það bara, ég er að fara að lesa hvort það er Skemmtuði velmeistari Steindi Junior Takktu þetta út Egil, gerðu það fyrir mig Gerðu það fyrir mig Hvað, ég er að senda þig kveðju? Klárum þetta spurningakennara Pepp kveðju Já, þetta er bara, þú veist að senda mér eitthvað hallaristegt boðskort sem stendur á Benidorm Strákar, ég er alveg til í að sprella þess með það Ég er ekki að fara á það Það er ekki búið að negla það Ég geti vel verið að fara eitthvað allt annað Það er að stunda á Gríklandi Hvað finnst þú svona flott kort? Ég fann þetta bara á Google Nei, þú tekur þetta út Það er bara ákveða það Það er komið að spurninga hérna núna Já, King of Marathon Það sést 8 spurningar Byrjum þetta bara Líkur hálf Ég er bara að hugsa Akkurat það sem við vorum að tala í síðustu viku Þú hleypur alltaf svo á þig Það er ekki ákveð ég sé að fara á það Alveg svo kom allt í einu grein Ég var heima með mér Allt í einu svo í grein á Vísi poppu upp með kollublu Við vorum ekki búin að ræða Við vorum ekki búin að ræða að gera þetta Þú hleypur á þig Ég finnst bara Reyndar eitt Stendur sem var verður að viðkynna Því við ljúum aldrei á hlustendum Þú sagði við mig í bílum hjá mér daginn að þið yrðu að Benidorm og væri skellur og ég mætti ekki ræða það væri verið að skoða þig Erst þú ekki að skoða það sjálfur að mæta á það? Nei, það væri skellur og má ekki ræða golf það rétt, já, á golfresort á Alicante þá er ég ekki á Benidorm það er 35 mínútur frá Sko, þú er búin að bjóða blöð með Hann hatar Benidorm Ég er ekki sem á bóðskort Benidorm er bara að koma með sko Það væri mjög létt Það er spurning nummer 1 Tökum Benidorm umræðan aðeins aftur og eftir Nei, við þurfum ekki að gera það Nei, hún er þetta er útrætt mál Við þurfum ekki að ræða þetta Hvað vitlis er þetta? Þið lítið á Twitterni Sko, þeir hlustendur sem hafa hlustað reglulega hafa heyrt til rakkanuðu Benidorm hérna ár eftir ár Líklega 1000 sinnum Ég er ekki ekki Svo ertu á leiðin ákvæm Nei, það er enginn á leiðin ákvæm Heldur var Ok, sko Ég ætla að beðja alla Íslandinga sem verða í Benidorm og sjá Steinþór að taka mynda Ekki gera þetta Nei, bara mjög á hérna Það er skemmtilegt Nei Það er ekki að fara að gera þannig Ég er ekki að fara að lendi Það er bara, ekki það er alltaf áfram með þess að kemja hérna Ok, sko Ég lappa hérna út af smá Það vitlis er þetta byrði allir að taka mynda með út af þig Þið er fríir og Þannig, nú haldu áfram Hvað er fyrsta? Fullir úrlingar Hvað er fyrsta? Það bara er ekki í myndi í bóði Hvað er fyrsta spurning? Hvað er fyrsta spurning? Ég er að fara að enda með þetta spurning Við hefum tekið svona sjónarsthátta marathon Sérst bara keirt svona heila seríu í gegn Já Nokkra seríu sem við tekið Það tengist það maður Ég þetta verður svona hlaupa Jú, þetta er hlaupa koncept Það var skemmtilegt tvist Í þessu líka, sko Gott tvist þér Hefur þú hlaupið meira en 1 kilometr í síðasta mánuði? Já Í síðasta mánuði? Nei, ég verða Ég hef hlaupið meira en 1 kilometr Þú ert ekki komið með 1 kilometr Ekki í síðasta mánuð Ekki 1 Steinþór Ekki í síðasta mánuð, nei En ég hef alveg Hvernig hljópst þú kilometr? Ég veit ekki Sko, strákar Ég er að bilast þetta ákurs Ég get farið núna út og hlaupið 10 kilometra Pottjætt Ok Hefur verið með gellu í rúminu Og eftir að þið voru Gellu? Hvað minnum við? Það er bara með gellu í rúminu Sko, hvert er þessi spurning að fara? Klára spurninguna Ekki taka á samhengi Nei, það segja bara konu Konu í rúminu Nei, það stendur, ég er að lesa Stendur hérna, hefur verið með gellu í rúminu Og eftir að þið voru sérstætt búinn Þá sagði hún Vá, þú getur auðvitað hlaupið marathon eða ekkert Eða hvað? Eitthvað Sæði gæla Talar Hvað kemur þessu orðaforði? Hvað mennur þú? Talar gæla Eitthvað Ákveð sagði ekki bara Getur þú hlaupið marathon? Býttu eftir að segja mér að spurningu Svaraði nei Ég hef aldrei verið með konu Og hún hefur sagt bara Vá, getur þú hlaupið marathon eða eitthvað Býttu, ég skildi ekki Þannig að spurningin er að Það er skrifið spurning að það í keppninni Að gælan segi Þú getur hlaupið marathon eða eitthvað Þetta er skrifað svona niður, eitthvað sko, út af því að þú varst að standaði vel og var hrós Já, nei, aldrei fengi þetta hrós Ég finnst bara svo fyndið Það komum okkur bara næstu spurning Mér finnst bara svo merkilegt að hann Ekki bara staldra lengur við þetta Skrifi niður hvernig gælan talar og kallar þetta gælu Ok, næsta Sko, fólk segir þetta ekkert Það er mjög fáið sem segja eitt hvað Finnst, ef ekki hefði unga fólki tala allir í kringum mig segja eitthvað Eitthvað sko
Hefurðu tekið marathondrykkju til að drukki meir en 5 daga straight? Já, þegar maður var það gerðist nú á Pinnendó. Já, við skulum alveg það er ekki að taka fram hvar það var, sko. Nei, ég var 18 ára, sko. Já, ég var að segja, það var á Pinnendó. Svo þeir veistlega þessi dagur. Já, Blöð tók marathondrykkju. Já, ég gerði það nú sama líka á sama stað, held ég. Það var 3-2 fyrir Blöð. Látt einu svona ykkur erfiða páska. Hefurðu tekið hristingsmarathon? Nei. Ekki aldrei veit það. Ég veit ekki eins og hvernig það myndi virka. Nei. Ætla ekki eins og ræða þetta. Nei, næsta spurning. Ekki þú ert úlingur. Akkur ertu búin að hættu þessu? Nei, bara úlingur og söðukröggið eitthvað, ekkert að gera á sunnundagur og eitthvað, ég veit það ekki. Nei. Hvað telur vera marathon? Ég er bara 6, 7, 8 sinnum, kannski. Sérstu hvað, ekki spilaður. Næsta spurning. Nei, næsta. Nei á báða. Já. Ok, það er 3-2 fyrir Blöð þá. Þetta er mjög spennandi. Já, alveg, rosa. Það er alltaf að deyja og spennu, sko. Er meir en 1 dagur síðan pizza er síðast upp? Meir en 1 dagur? Nei. Ertu farin að, tala já, það er meir en 1. Já. Má ég spyrja það eins og einu? Ertu þú, ég veit þú ert alltaf að tala að biffa þig upp og flaska þig upp og gella þig upp og allt þetta helvítisugl. Ertu farin að tala að pizza þig upp? Já, minna þetta bara stendur ég lesa blaði. Já, þú fekst þetta ekki sent. Þú skrifaði þetta. Hvenær fekstu þið pizza síðan? Ég fekk mér það í gærkvöldi. Það var gærkvöldi. Það var nei hjá stenda. Þegar það er mánuður í marathon. Það stendur ég sé vera king of marathon. Það er 4-2 fyrir Blöð. Fekk ekki, varst ekki að spyrja, ég fæ punkt fyrir að hafa borðað pizzuna eða ekki? Nei, ekki átt að hlaupa marathon eftir mánuð. Hefur þetta ekki marathondag á Skeiðvellinum? Nei. Skeiðvöllur. Sjöku eitthvað aggressíft. Já, þetta er allt eitthvað svona. Nei. Herðu, mér líður bara eins og ég sé með einhverju grunnskóla útvarpi. Þetta er nei. Og ég þekki Steinda, hann hefur ekki úthaldið það, þannig að nei hjá honum líka. Herðu, leifum ekki vanmeta hennar höfðingja hérna vinstri miðið mig. Ég er að fara að hlaupa hálfmarathon, sko. Ég er nokkuð vissum að tekja marathondag á Skeiðvellin. Þessi meistari hérna. Hann er að fara að fá punkt. Nei. Svarið er nei, sko. Það er nei. Það er svolítið hann. Ekki eins og nú vartu Youngblood þetta. Næsta spurning bara, ekki vera að spyrja mig hvort það Youngblood. Þeir kallaði mig Youngblood. Það varst yngri og ég veit það. Hefur þú tekið marathon gaml og það er að tala um að setið á sama blackjack rúlutöða pókerborni í meira en 5 klukkutíma? Kallar það marathon 5 tímar? 5 tímar straight. Bara rassin lindu við leðurstólinn og þetta er já að báða. Stenþór, þú hann er eitthvað heikað. Hann er búin að svara, sko. Nei, Steindi satt við hliðina. Blöð, þetta er svolítið skrítið og þú ert ekki að hlaupa marathon. Nei. Þú ert king of marathon en ekki Steindór. Það var ekki það sem var skrítið við þessa spurningakeppni. Af öllum spurningakeppnum sem við verðum með er þetta svo asnalegast. Sumarmarkaður Ellingsen er hafinn. 20-70% afsláttur. Allt fyrir útileguna, sportið, hjólreiðar og útivist. Ellingsen. Komdu á World Burger Tour á Hard Rock Café og prófaðu Memphis, Tennessee Barbecue borgaran. Alvöru hamborgari kryddaður með ekta Memphis Dry Rub. Dill gúrka, Memphis rásalat, pulled pork, kraftmikil barbecue sósa, stökkur laukur og cheddarost. Sjáumst á Hard Rock Café. Mango og ástaraldin í ekta íslenskum rjómaís. Þannig er nýjasta ísblómið frá MS Ís. Taktu þátt í Tappelsín sumarleiknum. Þú getur unnið afnot af Fiat 500 í heilt ár. Findu lukkunúmerið þitt í tappanum, sláðu það inn á appelsín.is og þú sér strax hvort þú hafur unnið. Egils Appelsín. Útsalan er hafin í Smáralind. Komdu og mátaðu afsláttinn sem fer allt upp í 50%. Opið til klukkan 6 í kvöld. Smáralind. Fallegir skartgripir. Fríða Gullsmiður. Skólavörðustíg 18. Hljómbaggi, tóntröll, boombox. Kallaðan það sem þú vilt. Soundbox er magnaðasti ferðaháttalari allara tíma. Komdu við í verslunum Símans og sjáðan með eigin augum. Sigraðu sumarið með Símanum. You want to be a rapper? I want to change the world. Samfélg kynni. All eyes on me. Like all black leaders, you have a bullseye on your back. I ain't no black leader. Stórkostli mynd rapparan Tupac Shakur. Mynd sem allir sannir aðdáðanir ættu ekki að missa af. Gangsta rap, here's obscene. All eyes on me. Forsýnd í Sambíónum helgina. You thought you was gonna silence me? Oh, what?
Tryggðu þér miða á sambio.is. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Legðu Ísland undir fót og njóttu íslenska sumarsins með Air Iceland Connect. Ibuprofen Brill frá íslenska lyfjafyrirtækinu Williams & Halls. Fæst í næsta apóteki. Norskur prins, ítalskur marmari, belgískar franskar. Reykjavík chips. Það komið að 8 liða úrslitum í Borgunarbikarnum og Stöð 2 Sport á staðnum. Engum líkur. Hvaða lið mun taka bikarinn í ár? Skora, nei, hann settur hann í slóna. Stjarnan, KR, sunnudag klukkan 19:15. Tryggðir áskrifti sem 1817 og 365.is. Stöð 2 Sport, besta sætið. Billy Boy. Fjörið hefst með Billy Boy. FM 957 ætlar að gefa þér allt sem þú þarft í útileguna í sumar. Pakkin inniheldur kælibox frá rúmfattalagarðum, saltlakri súkkulaði frá Nóa Sirius, Summersby til að væta kverkarnar og Billy Boy tryggir að allir séu öryggir. Ellingsen gefur húfur, vettlinga, rekslá og einhverju heppnir gætu nælt sér í Coleman Darwin tjald eða gassellu frá Campinggas. Og ef þú ert mjög heppinn, gætur þú nælt þér í glæsilegt ferðagrill frá Weber eða Broil King frá Bauhaus eða aðrar flottar útivistagræjur. Fylgstu með á FM 957 í sumar og þú gætir nælt þér í þennan frábæra útilegu pakka. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð. Sennilega stærsta popstjarna Íslands, bara stærsta popstjarnan á Íslandi í dag. Frikki Dór með Hringdi mig, ríkalega flott lag eins og, flest annað sem kemur frá þessum dreng. Hringdi mig, þetta er snillingur. Verðum að gefa húnu það. Já, Frikki ræði. Já, ég er svona öllu kannisleftu, a huge fan. Já. Saman við erum það allir. Já, mér finnst samt lagi hans alltaf leiðarlok flottasta lagi hans. Já. Það finnst mér virkilega flott. En það er komin tími á dagskrárlið sem heitir Sturlu staðreind eða Hrossaskítur. Og það eru 5 spurningar eins og alltaf. Hver ykkar verið að vinna þetta svona upp á síkastinn? Egil tók síðustu keppni. Þetta myndur við kæsa eða hvort myndur við frekar? Þetta er Sturlu staðreind eða Hrossaskítur. Spurninga það hana keppni. Fyrsta spurning og Steindi, þú svarar fyrst núna. Já. Og þeir skiptist á eins og alltaf. Höfrungar eru næst gáðustu skepnur jarðarinnar og eftir mannfólkinu. Sturlu staðreind eða rugl? Sko, höfrungurinn er klár. Hann er það. Höfrungurinn er klár. Hann er mjög klár. Er hann næst gáðastur? Það voru nú einhver dýr líka. Hvaða dýr var aftur sem var? Ég meina, apinn hlýtur að vera klár. Hann gerir ekki hann að skýta í sig og kasta kúk út allt og... Já, og þefa mikið af kynfærum, sko. Höfrungurinn, ég held þetta geta alveg verið rétt. En Steinþór með svaretinn. Já, ég veit að höfrungurinn er mjög klár. Já, ætlar að segja þetta sé Sturlu staðreind eða? Ég ætla að segja þetta sé Sturlu staðreind. Ég held að höfrungurinn sé næst klárasta skepnan. Hvað segist Egill? Sko, þetta er annarkot háhyrningur af höfrungur, sko. Og það eru báði fárlega gáð. Já. Meiri segja sumir sem halda fram að séu gáðar en maður sem mannskepnum. Allavega gáðar er margir, sko. En sko, ég segi háhyrningurinn, Keikóinn, allt er eðlilegt, þá var hann að pakka höfrungur saman. Ég held að höfrungur sem er 3, háhyrningurinn nummer 2. En háhyrningurinn, sko, Keikó var að fróa sér á dekkjum og eitthvað. Já, ég held að gera hvað? Því að mannfólki gerir ekki slíkt þið sama. Hann að gera hvaða dekkjum? Það þarf ekki að vera vitlaust þó sett með einhverja fettisa, sko. Nei, mér fannst það samt að vera með svona einhverja svona vitleysis grettu. Það var svo mikið. Ég held að háhyrningur pakkið saman höfrungum með því miður. Það segist þér Hrossaskítur. Höfrungurinn í 3. sæti. Það er ramt. Höfrungurinn er næst gáðasta skepna jarðarinnar. Það er komin yfir. Það er 1-0 fyrir Steinda. Þá er það næsta. Í Súdan þarftu að giftast geitinni ef þú sefur hjá henni. Ef þú sefur hjá geit þarftu að giftast henni. Þetta er Sturlu staðreind eða Hrossaskítur. Í Súdan. Það er allt skrítið við þetta en Ok, segast ef þú nýtur ásta með kind geit þá verður að giftast henni. Já. Því annars er það Ég vil segja þetta er spes.
Segirðu? Og ég er að spá Ég ætla að setja ekkert einn með það. Ég er að spá í næstíð fyrir frí. Þá ætla ég að taka Steinþótt í fyrirmyndur og þetta er Benidorm en ekki Súdan. Það er hérna komið. Ég held þú allar að fara Kíkja til Súdan? Já, giftast geit Þetta er vantalega bara rétt. Þú segir þessi stjörnu staðreynd, Steindi? Ég held að þetta sé algjör vitleysa. Þú segir þessi rossaskítur? Já. Þetta er stjörnu staðreynd. Það eru bara einhvers staðar. Þau eru bara þar. Þetta er rosalega skrítið. Þá er það þriðja spurningin og já, ég gef ekkert upp núna. Ef annar ekkert giskar rétt á þetta þá fær hann 2 stig. Fyrsta sinn í sögu stjörnu staðreynd eða rossaskítur. Er þetta eitthvað svona tíma? Nei, gaman hefur að setja tvist á þetta. Já, smá tvist. Hvaða leikari er með flest likes á Facebook? Þeir fá báður eitt svar. Með vinsælustu Facebook síðan? Já. Facebook, ekki Instagram. Nei, hvaða leikari er með stærstu Facebook síðu heims? Við komum inn á þessum daginn að þá spurði ég ykkur hvort að Bon Jovi var með stærstu Facebook síðu af öllum tónlistarmönnum og það var rangt, það var Akon. Já. En hver? Ég er strax komið með 2 gæja upp í hugan. Ef ég segja það upp þá get ég ekki aðstoða. Nei, Steindi, þú ert að byrja. Hvaða leikari heldur að sé með stærstu Facebook síðu heims? Ég fór einhvern veginn að hugsa 3 nöfn. Okay. Sem ég finnst vera svona einhvern veginn koma til greina Það er Kevin Hart Jennifer Lopez allt í einu fannst mér einhvern veginn geta komið að inn og Arnold Schwarzenegger Ég held ég misst þetta hljóma samt Hver er vinsælasti leikari heims? Er ég á ég? Já, þú ætla að segja. Segðu bara eitthvað. Ég veit þetta ekki, ég er bara að tippa. Já. Ég ætla að tippa á vin minn Arnold Schwarzenegger. Hvað segir þú, Egill? Sko, ég tippa á þessi annarkvort er Rock eða Vin Diesel. Rock. Ef ég ætla að tippa á. Því að sko, þetta eru 2 bodybuilders fá mikið af lækum, pluss þeir eru sexy og þeir eru actors. En hvor er stærri, Vin Diesel eða The Rock? En þú ert að gleyma að það eru mjög margar leikonur sem getur... Ég veit allt það. Ég höfði ekki hugsa það, Tardnáð. En ég held að þessi séu samt fyrir ofan. Hans Arnóð Schwarzenegger, hvað segir þú? Hvað það er með Tardmáð? Shit, gott er að Vin Diesel eða Rock. Fokk, þetta er svo erfitt. Vin Diesel. Hárrétt! Yes! Egil var 2 stig. Vá, hvað þetta er magna. Vin Diesel er með stærstu Facebook síðu heims. Ég verð að gefa allir þetta maður. Vin Diesel? Hann gilkaði á réttan leikar. Þá kom allir leikar að heims til greina. Ég þekki Hollywood. Já, greinilega maður. Ég er svona öllegan sleppt. Þetta varst mér impressive. Ég var mjög nálægt í að segja The Rock. Ég fór alltaf inn að hugsa, ég hefði kannski gett að segja sko, Tom Hanks eða Tom Cruise. Nei, þetta eru menn sem eru góð. Þetta hann er breykið Vin Diesel. Tom Cruise. Cruise er hann slæri alltaf vindtöng. Menn fyrir að vera duglegir að fá fólk inn og svona. Hefur heyrt Vin Diesel tala? Þá er það næsta spurning. Menn sem reykja eiga erfiðara með að halda stinningu lengi. Sturlu staðurinn þetta hrossaskítur Egill og við byrjum á þér. Þetta er ósangjöf spurning. Bara hann ég veit minnum þetta en segðu Þetta er bara Ég kom með dominating lead út af Vin Diesel hann ég get ekki sensa 3-1 mér Getur ekki sensa, hann er bara að skjóta á mig Ég sverða að þetta kom á Þetta er alltaf þrengir æðar sem yngar blóðflæðu sem gerir erfðar að ná stinningu það basically segir sjálft, þannig ég segi sjálfsögðu þetta er hárétt Já, allir ég segi ekki líka að segja rétt að þið vorst eitthvað að narast á það Er þetta eitthvað svo þekkir það? Nei, ég þekkir þetta Því að ég veit þú grófst þetta upp bara til að böggast eitthvað, ég ætla að segja já Hvað er svarið? Þannig að Steindi, þú vilt meina menn sem reykja Þú ert bara sjálfur ykkur ruggli Þetta er svo fyrirsjálegt En þetta er Sturlu staður Já, ekki Þetta er Sturlu staður Kemur ávart Og það er nákvæmlega út af því sem að Egill sagði Steinþór áttur að berja annað okkur í dag held ég Þá er það síðasta Snoop Dogg reykir 75 jónur á dag Sturlu staðrind eða hrossaskítur 75 jónur á dag Það er ekki mikið á jónum það Ég myndi halda, ég get alveg trúið að myndi reykja kannski 3 á dag Hvað tekur average hassus margar á dag? Það veit ég ekki Average hassus? Já, ég bara svona hvað er miðaltalið Hvað myndi ég halda bara, hvað er víman lengi að, þú veist, 75 Það er heldur mikið Sko, reykingamæður sem reykir mjög mikið hann reykir kannski pakka á dag sem er ekki stórreykingamæður Hvað er það, 20? Það er 20, já, þetta er vitleysa Þú segir þetta sé hrossaskítur, Egill, hvað segir þú? Já, hann hefur verið valinn High Times Man of the Year 4 ár í röð, sko sem er virt hassusatímanit, sko þannig að þetta meikar sense og pælir í því, sko, ég þetta er rétt Það er hálf rétt og allir, þetta er Sturlu staðrind Gerir hann þá eitthvað annað? Ég hef aldrei séð jafn mikla pökkun Því miður Wild Thoughts er í FM 95 blöð síðasti þátturinn okkar fyrir sumafrí við erum eftir að fara í augljósa staðrendir hér og fleira
Og já, hér oft mikið stuða á milli innkomna. Logi Bergmann kom hérna og heilsaði upp á okkur og var að óska Steinda Junior góðra ferðar. Það er bara gaman að þessu strókar. En það er nú nóg að vera hjá þér Steindi. Það er ekki bara, þú ert ekki bara að fara til Benni. Ég verða að hrósa, það er að koma undir trénu. Ekki tala meira þetta Benni-rugl. Nú var hann að segja Benni. Og þú hlóst. Ég er að hrósa þess að koma ný bíó. Mér finnst bara fyndið að heyra og þetta bara til Benni og því að þú er búin að lesa yfir mér. Nógu það. 6.000 sinnum. Förum ég eitthvað annað nú. Under the Tree. Já, einmitt, það er að koma út ný bíómynd og einmitt, og það kom fyrsta stiklan var frumsýnd í gær. Já. En hvað, hún er frumsýnd í ágúst myndin? Já, hún er frumsýnd í ágúst. Og og ég er svolítið núna, ég er svolítið peppar, hún var náttúrulega skotin í fyrra, þannig að þetta er búið að vera rosa langt ferli eins og með þessa bíómyndir. Við erum kannski ekki alveg vanir í hérna uppi þar sem við erum að dæla út. Þannig að ég er mjög, ég er náttúrulega búin að vera svolítið stressað fyrir þessu, ég ætla að viðurkenna. En þú ert í dramatísku hlutverki? Já, þetta er í fyrsta skipti. Þetta er ekki gamanleik? Nei, þetta er í fyrsta skipti bara á mínu ferli sem ég er í dramatík. Taka séns að þarna. Já, og kannski freka leikstjórinn kannski að taka meiri sens en ég. Hvað segirðu? Það er ekki bara stemming, prókunni. Það er mikið stemming. Það er ekki alltaf sami trúðurinn. Jó, þetta var einhverja, Þetta getur stimplaði svolítið út sem trúð. Já, mér finnst það ógeðslega þægilegt líka ef þið myndu hætta að kalla mig trúð. Það væri geggjað. Þið eru það búin að vera svolítið liggja á Steinda þátturinn. Ég fæ þetta oftast á mig. Það fýttar sig ekki alltaf bara að vera baun á mig. Það er bara eins og þetta sé bara rullega við Steinda þátturinn, 2 tímar. En má ég smáli, þú ert þú ert á raskatunni eða ekki í myndinni? Er þið hvað? Já, það er kynlífsina. Þú ert að ferða á baki eða ekki? Já, meðal annars þetta er Getur það að svara yfir það? Já, það er kynlífsinn í myndinni. Þú fórst hérna En núna svona áður en Egill fer út í sinn barnaskap. Hvað finnur þú? Hvernig var að, núna er ég að spyrja bara einlega máka, hvernig var að Þetta spyrja mig bara, alvöru spurningu. Var erfitt að taka þátt í svona? Ég spurði út í senur. Já, en það var mjög erfitt að gera þetta og mjög erfitt að því að maður hefur aldrei farið svona djúft í einhvern karakter og verið, þú veist, þetta er ekki eins og að gera bara eitt skett sem er bara 3 mínútur og svo næsti, sko. Þetta er bara, þetta var rosa langt ferli og maður farin að taka þetta svolítið með sér heim. Varstu method acting? Tókstu karakterinn með þér heim? Það mætti að segja að við gæst kannski svolítið óvart af því ég er gæi í myndinni sem er í forræðistilum og ég fæ ekki að hitta dóttur mína og ég gat eiginlega raunin ekkert hitt dóttur mína í tökunum. Þannig að þetta varði einhvern veginn. Láði langi tökudagur? Já, ég fór út þegar hún var sofandi. Komstu heim reiður og hvað? Ég kom heim, nei. Þú forðaðist heilu? Já, nei, mann er leiðsamt ekki vel. Maður er alltaf að einhvern veginn að þú þarfst að sækja ykkur tilfinningar. Já, og þú ert allsber hérna á okkur í senu. Það er ekki, nakinn. Það er nekta sena. Já, er það orðið aðalatrið? Nei, alls ekki, bara við erum að ræða myndina. Já, það er nekta sen í myndinu. Ok, hvernig var það, segirðu? Já, það var bara eins og það var bara erfitt, ég meina, en þú veist það bara gekk mjög vel og varstu bara eitthvað labbandum allsber og varstu var þetta mög? Herru, farðu bara á myndina. Myndin kemur í ágúst, það er að gefa miða. Við ætlum að spjalla smá myndir og eina sem Egill er að spyrja hvernig kynlífsinn Nei, út af því mála einu sem velti fyrir mér, út allsber, þú veist, varstu í svona beislitum þveng eða varstu bara alveg allsber með svona grísju? Það er kynlífsinn í myndinni og ég get lofa þér þú sérð hana. Varstu maður að ræða þetta á konuna þína? Var allt Já, það var búið að anskotin, það var búið að fara yfir allt. Ok, það var ekkert þess að heyrðu þetta? Já, en það er einu sem er spurning út í þetta. Hvernig kemst maður á myndina? Það er líka bara alvöru sögu þegar það er myndinni, sko. Já, við bara spurjum út í þetta að myndin kemur út. Það er ekki bara sjá atrið og spurjum hans út í það. Jú, en heyrðu, Það er ekki síðasti þátturinn okkar á árunum, sko. Nei. En hvernig vinnum maður með það? Já, þeir sem, sko, málið er að framleiðandinn á myndinni, sem heitir, þeir eru nokkrir. Þeir eru æðislegir, toppnáungar og þeir voru að starta voru að hendi leik sem ég langaði svolítið að koma inn á. Þetta er svolítið skemmtilegur leikur. Það er ekki betra en að fá frítt í bíó, ekki neitt? Já, nei, þetta er ekki bara frítt í bíó því að það er að gefa 10 miða og hver miði gildi fyrir 2 veistla. Á hátíðarforsýningu sem hún er sýnt á viku undan frumsýningu. Það er þá að rauða? Já, það er nefnilega á rauðadreil og þá verður náttúrulega að fara í kjól og í jakkafutt og það er dresskot og svona gaman. Og hvernig tekum maður þátt?
Það bara Facebook síða sem heitir bara Undir trénu eða Under the Tree. Já, þú getur skrifað Undir trénu eða Under the Tree, þú ræður. Tekur þátt þar og getur unnið og fara rauða dreili með Stoney. Og þar var bara dettinn trailer og status, þar sem þú getur basically bara tekið þátt, þú getur bara takkað einhvern sem vil taka með þér í bíó og komin í pott. Hlustendur eru að fara beint í þetta nú. Já, þetta hljóma. Ég er bara að fara inn núna og taka á þessu. Já, þú vilt sjá mig í nekta sinni, það bara svona eins og Egill keyrir á. Við skuldum auglýsingar og svo ætlum við að fara hér í augljósar staðreyndir. Frítt net á stælnum. American style. Alltaf feskir, ný bakaðir. Krispy Kreme, Smáralind og Skifinni. Vissið þú að sumstaðar alltaf sumar? Þú getur borgað með Netgyro hjá Úrval Útsýn og dreift í alltaf 12 mánuði. Netgyro, betri leið til að versla. Vinir lopapeysunar sem á írskum dögum á Akranesi núna á laugardaginn eru Víking og Gamla Kaupfélagið. Miðasala á miði.is, Eymundsson Akranesi og Jack & Jones Kringlunni. Tufte Bambull, útivistafatnaður. Einstök blanda af bambus og merinóull. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Betri ferð fyrir betra verð á vita.is. Þegar þú sendir SMS á meðan þú ert að keyra, að margfaldast hættan á pínlegum stafsendingavillum. Ekki láta aksturinn gera það að fíbli. Samgöngustofa. Þú færð 16 krónur í afslátt af hverjum lítra og 2 punkta að auki í dag ef þú ert með N1 kortið. N1 hluti af góðum degi. Kjúklingasamloka í þinn kröst brauði með osti, avokado og pesto. Aktu taktu. Taktu lífinu með ró og lærðu að meta þessa litlu hluti. Njóttu með Sommersby 0,0%. Knattspyrnusumarið að hefjast. Ég sagði knattspyrnusumarið að hefjast og út í Ármúla. Allt fyrir ástríðukokka, bakara og sælkera. Kokka Laugavegi. Kokka.is. Á morgunum milli 3 og 5 verður tífólí stemming og lukkuhjól á völdum ólístöðum og ókeypis glaðningu fyrir börnin á öllum stöðum. Fylgstu með á Facebook og ólís.is. Sumarútsalan byrjun. 20-60% afsláttur af garðhúsgögnum og sessum. Rúmfattalagarinn aðeins ódýrari. Pantaðu míniborgarana okkar á netinu. American style. 16 króna afsláttur með dælulyklinum í dag. Atlandsolja, lykillinn að lægra verði. Keiluhöllin kynnir þjóðhátíð allar helgar í júlí. Allar helgar í Keiluhöllinni í júlí kemst þú í þjóðhátíðapott FM 957 og Túborg Grön. Þegar þú kaupir 6 í fötu af Túborg Grön, þá ertu gjaldgengur. Við draugum alla mánudaga í júlí og fær hver og einn 2 miða í Dalinn, 2 miða í Dallinn, 2 rútur af Túborg Grön, 2 pakka af Billy Boy og að sjálfsögðu 1 stauk af Treo. Styttu biðina og komdu þér í keppnisform fyrir þjóðhátíð í Keiluhöllinni. FM 957 og Túborg Grön. Lífið yndislegt. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Heitir þetta lag? Beat Machine. U2 After a Buck. Sem sturlu staðrend. Nei, sem augljós staðrend. Já, þú meinar. Það eitthvað augljós kannski. Já, gaman að tengja það því að við erum á leiðinni í augljósa staðrendir og það eru síðustu augljósu staðrendirnar fyrir sumarfrí. Það hárið. Við erum að fara í sumarfrí félagarnir. Já, það bara við erum kortir í sumarfrí. En ég vil líka hérna minna á að við erum nú leiðin í sumarfrí að það er sneakerball 15. júlí í Gamla Bíó og já, allir sem mæta í Nike-skóm fá fritt inn út með boðsmiða og þar er svaðalegt line-up. Það er Alexander Jarl, MC Gauti, Sturla Atlas, Netusmjörið, Frikki Dór og ég veit ekki hvað loftfimleikarar, dansarar og þannig að endileg tjekkið á því 15. júlí sneakerball. Það er ekkert annað, það er alltaf að gera. Svo er Young Thug að koma til landsins líka að spila. Já. Þannig að það verða risa tónleikar, það er eitthvað með. Mér finnst eins og að sé Það er nóg í gangi. Hefur eitthvað sem að vera svona mikið í gangi? Svo náttúrulega þessi í þjóðhátíð líka. Já, svo er það þjóðhátíð, það er eitthvað meginn allt. Og ég er með gig á spot á morgun. Já, ég fekk the great honor að spila í ammælinu hjá áttunni á spot á morgun. Það er ekkert annað. Það er því líka veisla. Það er allt í gangi. En strákar, það er komið að augljósum staðrendum.
Og eins og ég lofaði fyrir þættinum þá eru þær helviti augljósar og ég veit að þú eru sáttu við mig í dag. Jæja, ég fíla það. Ég veist að ég er komin í sumarskapur, maður verið sumarfrí og svona. Ég held ég muni hafa gaman að þeim í dag. Ég ætla að vera jákvæður. Er það ekki? Ég er alltaf mjög neikvæður. Ég hef alltaf gaman að þeim. Já, ég veit að ég er mjög gaman að þeim. Ég segi bara íttu sleðanum upp. Já. Selfridge-bettin verður að vera undir. Glimt honum. Annars einhvern veginn finnst mér þetta að vera hálf furðulegt. Hann er kominn. Þarna er hann alveg í botni. Já, þá getur komið Það er mjög mikilvægt að hann sé hátt stiltur fyrir hlustendur. Hann er mjög hátt stiltur. Þá byrja ég. Þetta eru sem sagt 4 augljósa staðreyndir og svo er ég með eina augljósa spurningu. Gekja, á mig. Ég hugsi beinin á þig í dag. Fíla það. Er það ekki? Ertu að feika þetta? Þú ert ekki svona jákvæð með þetta. Ég er bara að peppa þér. Ertu glaður með þetta? Já. Helvítar jánaði með þig. Herru, það er komið að fyrstu augljósi staðreynd dagsins og hún hljóma svona. Sólavörn virkar ekki ef þú borðar hana. Nei. Góður. Það er nei. Það virkar ekki þá. Það er þá hún í manum að Þú verður að bera hana á þig. Ég veit það. Þú getur ekki, ok, segjum og verður að fara núna til útlanda. Segjum og verður að fara til Benidorm. Já, þá komið Í sumarfrí með fjölskyldunni. Ekki borða staðurinn dagsins og já, hún hljóma svona. Akkur hættur að tala sólavörnina. Ég er bara með hérna augljósar. Egil, þegar þú fórst til Beni, ástu þá sólavörnina? Það er komið annari augljósi Þegar þú borðar hana Það er bara flott, já. Hún hljóma svona. Ef þú sér banana keyra, tilkynntu það því hann er próflaus. Það er ok, nú ætlum ég bara að spyrja þig. Ég veit að Egil tala með, hann náði þessu strax. Hvað með það, ef þú sér banana Egil náði þessu strax, hvað ekki ég? Ef þú sér banana keyra, þá veist alveg hann er ekki búinn að fara í ökuskóla. Nei, nákvæmlega, þess að maður verður að tilkynna það. Það verður að hringja beint til. En veistu hvað, ég hef legið á banana á Benidorm í Sundlaug. Já, þetta er flott, já. Og það var ógeðslega. Svona uppblástur banana. Já, hefur verið á Benidorm og legið uppblástur banana. Það er geðvitt. En hann var ekki með dimmbur. Maður getur líka verið dregin á speedboat á svona banana. Já, banana. Það er búin að setja betta niður. Fyrir að ferð til Benidorm með fjölskyldunni. Það mætti draga með banana. Settu betta niður. Uppi bettan. Svona bananabátur. Því líkir hálfvita. Banana boat. Þá er komið að þriðju Hvað heitir þess að banana boat? Það er bara þriðju augljósi staðreynd dagsins. Já, og hún hljóma svona. Ef þú borðar vaxliti, þá ropar ekki litum. Þú ert að hlæja núna Genuine, ég sé það. Já, mér fannst þessi góð. Það hugsa við þetta. Nei, ég var að hugsa á Benidorm, þar eru konur sem er að ropa bortenniskonum. Hún heitir Stingi Virki og hún er ógeðslega. Ok, þetta var þetta mjög gott. Það kom ekki litir samt. Þá komið að fjórðu augljósi staðreynd dagsins og hún hljóma svona. Skjaldbökur eru ekki góði lögfræðingar. Þessi Mér finnst það frekar líklegt að séu slæki lögfræðingar. Ég er að viðurkenna það. Það meikar hellingsæðin, sko. Ætlaði að tengja eitthvað við Benidorm? Nei, en það eru skjaldbökur á Beni. Já, ég með datta í huga, það væri ein og ein þar í sjónum. En herru, þá er komið að augljósi spurningu dagsins. Og ég ætla að beina þig. Ok. Og nú þarf það að gíska. Já, ég hef aldrei náða að gíska rétt sem er alveg ótrúlega skrítið því að þú ert búin að vera með svona 300 svona augljósar. En kannski gíska á rétt í dag. Mér finnst það líklegt. Já. Mér finnst það helviti líklegt. Ég ætla að reyna. Ok. Hver er munurinn á pappaðinum og hákalli? Það eru hákallar á Benidorm en ekki pappi. Það er mjög góð punktur að blöð. Var það? Nei, það var alls ekki það. Okay. Ég er ekki að leita því. Nei. Ég veit að, veist, þetta er náttúrulega alltaf pappi er ekki dýr. Hákall er dýr. Hákallin býr í sjónum, ekki pappi. Já, en ég er ekki að leita eftir því. Pappi er flugvirki, það er engin hákallar sem eru flugvirkjar. Nei, hákallar tampust það sig ekki. Nei, ákallega. Þetta var hressandi. Virkilega gott og með þessum orðum ætlum að fara í eitt gott. Þetta eru, strákarnir í Outkast með lagið Heia. En það er nú bara komið að lokum hér hjá okkur drengjónum í FM 95 Blö, síðasti þáttu fyrir þjóðhátíð og hann er bara búinn. Það er bara þannig. Þetta er bara frí. Já, síðasti þáttu fyrir sumarfrí og þegar við komum aftur þá er, nógum að vera því að þá er þjóðhátíð í Eyjum og vonandi sjáum nú sem flesta þar. Já. Við lofum hell of a show. Já, garanteru það. Það er búið að vera stemning hér í dag. Við erum alltaf búin að skemmta okkur vel. Vonandi þið líka, kæra hlustendur. Egil, þú ert náttúrulega, er eitthvað planið á þér í sumarfríinu? Hvað ætlar að gera í júlí? Já, ég er enda að fer í smá frí hérna
18. til 24. Skottið til Belgíu. Já, hvað það var ekki Belgíu? Tomorrowland hátíðina, kíkja það svo hana. Svona smá, kíkja það svo hana árið fyrir kíkja þjóðhátíð. Er það ekki eitthvað svona reifhátíð? Kannski ekki reifhátíð, það er DJ-ar hérna og fellow DJ-ar, þannig ég nú bara að fara hérna í svona, þetta er svona rannsóknarferð, vinnuferð, heila. Ertu að fara að henda þér á reif? Það er svakalegt, þetta er með þetta að fara. Já, ég menn allir plötusnúður í heimi, það er bestu í heimi eru þarna, sko. Kannski ekki beint að ég vona að vera reif þarna, getið glóðstökkað með okkar. Þannig ég er að fara í veislu. Þú nærið ekki dag. Hildur Óskars reyndar ég væri að fara til byrni. Hann vonar að hann sé að fara á reif. Ég var ekki eins og að reyna að ná honum, mér finnst það æðislegt. Já, en ég vonandi hafið þið það gott í júlí, kæru hlustendur, við höfum eftir að sakna ykkar. En mætum Galvaskir aftur. Hvenær er þjóðhátíð? 5. ágúst? Já, það er núna 5 vikur í það nú nákvæmlega. Ok. Það er með 5 vikna frí. Það er ekkert annað. Þetta er óvinni langt frí út af því að þjóðhátíð er seint í ár. Já. Hafið það gott í júlí. Takk fyrir hlustunina. Já, bara og er eitthvað sem þið vilja að segja að lokum? Já, ég segi bara vonandi fara sem flestir í frí og hafið það gott í fríinu. Og ég ætla bara að vona að Steinþór skemmti sig vel á beni og farið varlega. Bara að þakka fyrir það og margótt. Egið góða helgi. Ég vona að vera gott veður, það er yfirleitt gott veður. Já, það er örugglega. Næst þegar við heyrumst kæru hlustendur þá er þetta í gang. Útileguna í sumar. Pakkin inniheldur kælibox frá rúmfattalagarnum, saltlakri súkkulaði frá Nóa Sirius, Summersby til að væta kverkarnar og Billy Boy tryggir að allir séu öruggir. Ellingsen gefur húfur, vettlinga, rekslá og einhverju heppnir gætu nælt sér í Coleman Darwin tjald eða gassellu frá Campinggas. Og ef þú ert mjög heppinn gætur þú nælt þér í glæsilegt ferðagrill frá Weber eða Broil King frá Bauhaus eða aðrar flottar útivistagræjur. Fylgstu með á FM 957 í sumar og þú gætir nælt þér í þennan frábæra útilegu pakka. Við kynnum nýjan matseðil á Nesti og segjum bara bon appetit. Svo fá N1 kortafar líka 7% afslátt og 3% í viðbót í formi punkta. Nesti á N1, því þú þarft Nesti. Þú finnir alltaf spennandi manúðartilboð í verslunum 10.11. Egils appelsín, Doritos og Guílan á frábæru verði. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Sumarútsalan er byrjuð. Bíkó, gerum góð kaup. Bátur vikunar á Kvistnós er pulled pork á aðeins 699 krónur. Kvistnós, við erum á Ólís. Við festum, liðkum fyrir, róum okkur og komumst að kjarnanum. Búrt, hluti af stóri heild. Stendur eitthvað til? Ykkar skemmtun, okkar fókus. Hókus Pókus Laugavíi, hókuspókus.is. Við allan sólaringin í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Sirkus Íslands verður með glænýjar sýningar í sirkustjaldinu í sumar. Frumsýning 7. júlí á Klambratúni. Miðasala á tix.is. Taktu lífinu með ró og lærðu að meta þessa litlu hluti.